Já, velkomin aftur ef þið hafið náð að hlaupa með mér í gegnum þessi vandamál. Ég lækkaði aðeins sendistyrkinn hjá mér og það virðist ekkert lát vera á útsendingavanda og ég hélt nú að ég væri með svaka gott internet hérna. Það er það er þetta liggur í hugsanlega í softverinu og það er erfitt að kvarta þar sem að maður fær þetta allt saman í skiptum fyrir persónuupplýsingar sínar. Það er þannig sem að maður greiðir fyrir afnot af skrúkul dótinu. Maður borgar með persónu sinni. Þeir fá heimild til þess að hlera allt sem maður er að gera. Og það er þannig sem að þetta er framkvæmt. Að við notum alls konar fríar þjónustur á internetinu og erum með því að framselja alls konar persónuréttindum. Og fólk er ótrúlega viljugt og þar með ég er alveg sekur í þessu líka. Ég meina maður svo sem á ekki marga aðra kosta að velja. Ekkerinn greit þjónusta og það er alveg orðin spurning hvernig þetta fer allt saman. En það sem ég ætla að segja, það sem ég var að tala það er skal ég segja ykkur að fyrirgefið mér þetta, ég er þeir eru bara með mér í vinnunni. Þeir eru bara með mér í vinnunni. En það virðist vera meira að segja með svona alls konar tæknimál. Ég veit ekki hvort þið takið eftir því, því meira sem verið að vinna í alls konar tæknidóti og það virðist vera billjón dollara fyrirtæki er að vinna í einhverju dæmum eins og Microsoft er búið að vinna í Windows í 20-30 ár og það bara verður alltaf verra og verra. Og þetta verður bara meira og meira vitleysa. En mér sýnist flæðið í vídeónu komið í lag núna og mér sýnist það vera komið í lag núna og ég vona að þessar stillingar sem ég er að gera gætu hjálpa til í djúpköfunar live næst. Og þannig við getum á þessu pælingaplotti og tölum já, ég sé hvað er í gangi það er já, ok, það er rúfið sem er að pirrast já, ok, en svo ég byrji nú aðeins bara á málefnum dagsins og við getum flett í ganni yfir getum farið yfir fjölmiðlana,
fjölmellurnar sem ég ætlaði nú að gera áðan þegar allt fraus. Hérna eru, sko, heilbrigðismálin, hérna er það. Og sjáum við allt þetta apparat og þetta heilbrigðissturlun sem er í gangi. Og ég veit ekki alveg hvort þið áttið ykkur á því hvað þetta er mikil og stór svikamylla byggð á mjög hæpnum vísindum í mörgum tilfellum. Það er ekki mikil vísindi á bak við stóran hluta af þessu, eins og ég hef sagt áður, þá eru heilbrigðisstarfsmenn mjög góðir handverkamenn og svona. En það er mjög margt sem að þeir eru alveg gaga með, eins og til dæmis, tökum dæmi, sjúkdóm, eins og mislinga. Mislingar eru ekkert sérstaklega hættulegur sjúkdómur og það virðist vera best að fólk fái mislinga, svona sem, hvað maður að segja, eldri börn eða yngri unglingar. Þau þurfa helst að fá það fyrir kynþroska. Og svona 7-8 ára held ég að sé mjög vinsælt að fá mislinga. 6, 7, 8 ef ég man þetta rétt. Og amma mín sem ég vitnaði áður, sem var hjúkrunarkona, ein af þeim fyrstu sem lærði það á Íslandi, að mislingar er sjúkdómur sem þú færð á þessum aldri og þessum sjúkdómi fylgir hiti og óþægindi. Og þegar þú ert búinn með þennan hita og þessi óþægindi, þá ertu kominn með ævilangt ónæmi fyrir þessari óværu. Og dauðsföll barna út af mislingum voru nánast ekki til. Það bara hafði aldrei, það bara gerðist ekki. Og seinni tíma söguskýringar á því að þetta hefur verið svona banvænt sjúkdómar, það er lygi læknavísindanna. Og já, endilega bloggið. Það er líka gott bara ef þið getið meldað ykkur inn, bara með broskall eða eitthvað, þannig að þá hef ég aðeins meira kontról á því sem er að gerast hérna hjá okkur. En með mislingana, þá hafa læknavísindin, læknavísindafúskararnir, þeir tóku upp á því að ef að börn á þessum aldri fengu mislinga, þá byrjuðu þeir að gefa þeim hitastillandi lyf. Og þá byrjuðu börn að deyja. Þegar að hitastillandi lyfin komin í myndina. Og þarna er alveg skýrt dæmi læknavísindi á villigötum. Eða læknir læknaði sjálfan þig, eða læknar eiga að vera að lækna fólk. Og þetta var nú svona í upphafi jafnvel stundað góðmennsku, eins og grasalæknarnir í Den. Og tengdamóðir mín bara, sem að býr í Konsó í Eþíópíu, hún er svona dæmi þetta. Hún má ekki daumt sjá, þá var hún mætt á svæðið og byrjaði að reyna að hjálpa til. Og þannig byrjuðu nú þessi læknavísindi sem góðmennska. Og það var búið að finna út úr því að það var nú gott að drekka heitt te eða þú varst með þetta, eða hvernig þetta var, kjúklingasúpa. Það var svona verið að huga að fólki til þess að komast í gegnum skaflinn, eða komast í gegnum óþægindin, eða veikina, eða sjúkdómina, hvað það er. Og núna eru læknavísindin, sem læknamafían eða kuklaraklúbburinn, eða hvað við viljum kalla þennan hóp, hann er búinn að hertaka þarna sjúkdóm sem heita mislingar, og þeir eru með aðgerðum sínu búin að drepa fullt af börnum með því að
gefa þeim hitastillandi lyf meðan að líkaminn er að berjast hinni góðri baráttu við þetta fyrirbæri. Og núna vilja þeir fara að bólusetja öll börn fyrir þessu dæmi. Og í bóluefnunum er allt fullt af eitri og gúmmelaði með. Það eru það eru lifandi vírusar, það er ál, kvikasilfur, bara drullu koktellinn í þessum bóluefnum er alveg ótrúlegt að sé verið að bjóða fólki upp á að sprauta þessu í manneskjur. Hérna er flugan, hún er með þáttastjórnandi í dag, ég var að reyna að plata hana út áðan en hún tók það ekki í mál. Þetta er eins og Guðjón Reynberg er með hundana sína, þá var ég með eina flugu hérna, eða það voru nú 2 áðan, ég held að önnur hafi farið fram áðan. En þannig að þið sjáið að mislingarnir er ofboðslega gott dæmi hvernig er búið að hertaka svona sjúkdóm sem var í raun ekkert svo hættulegur. Og veikluð, hvernig þeir fara að þessu sko, af því að vírusar eru ekki til. Þeir eru blekking sko. Og svona mín kenning mislinga er að þetta er sko, það virðist vera líkaminn gangi í gegnum ákveðin stig. Og þegar þú sem sagt verður kynþroska þá eru alls konar klukkur í líkamanum þar sem að þegar þú kemst á kynferðis eða þegar kynferðisdæmi fer að koma út þá er bara alls konar eða svona kirtlar og efnastöðvar í líkamanum sem fara að gefa frá sér önnur efni og það breytir efnafræði líkamans. Og ég hef stundum sagt að til þess að skilja líkama og heilsu og heilbrigði þá er það ofboðslega einföld vísindi. Þú þarft bara að skilja næringu og eitur. Ef þú skilur þetta tvennt þá ertu með meiri menntun og þekkingu heldur en flestir læknar eru með. Eða svona þetta hjúkrunar business fólk. Og síðan virðist vera að þessi sturlaða elita sem að stefnir að því að gelda allan heiminn og drepa 95% af heiminum að þeir eru búin að finna inn á þessa tímaklukkur líkamans og til dæmis er alveg ljóst að hluta til það sem verður að bólusetja fólk með í dag það mun hafa áhrif á aðra og þriðju kynslóð. Það sem er sprautað inn í líkamann í dag mun hafa áhrif á börnin og barnabörnin. Og það er hluti af þessari sturlun sem er í gangi að það er bara að þurrka út allt mannkyn nema þetta Elysium elitulið sko. Og eins og ég hef talað hérna í ferðalæfinu mínu síðast að þá er verið að nota fátækt sem vopn og í stríðinu gegn Íslandi og Íslendingum og það er verið að loka á alla bjargir manna, þeir geta ekki bjargað sér og nú kemur flugan beint frá kameruna og það er líka í gangi aðgerð til þess að veikja fólk, að fólk verði veikt og þið sjáið að auðlindaræningjar og landaræningjar ef þeir ná að veikja fólk, ef þeir ná að setja fólk í fátækt og og ná að heila þvo fólk þá er ofboðslega auðvelt að hirða allt draslið af þjóðinni sko. Og þetta eru þessi element sem eru í gangi og sko þessir
þessir húsþrælar sem að akurþrælarnir eru alltaf að dansa í kringum, þeir eru bara þjónar Sameinuðu þrjótanna og NATO. Ég var nú að segja áðan að slitnaði að ég byrjaði að segja SATO, en ég hef ákveðið að nota SNATO, dregið af orðinu snati, kottu snöggvast snati minn, að því að NATO eru í raun svona voru seldir sem varðhundar en eru í raun árásarhundar sem er notað til vondra verka. Og ég hef stundum minnst á prógram hjá Sameinuðu þrjótunum sem heitir Codex Alimentarus, og það er áætlun sem snýst það að koma í veg fyrir það að fólk fái næringu í matnum sínum. Og þið áttuð ykkur á því að við samsæringar, eða ég og fleiri svona í þessum pælingum eins og ég, við erum ekki já, takk fyrir að brosa. Ég sé kommentin ykkar hérna, já, en þau eru ekki hérna inn í útsendingarglugganum. Glæsilegt, mjög gott. En sko, það er fullt af svona áætlanum í gangi og við vitum ekki þær allar. Sumar áætlanir þurfum við bara að reikna út frá heilbrigðri skynsemi. Þetta er eins og ég nota nú fyrst stjörnufræði sem líkingamynd, en nú er ég ekki viss hvaða form er á þessum stjörnum, hvort þetta sé bara lasersjó eða hvort það sé raunverulegt, ég veit það ekki. Kannski búum við bara í skókassa með einhverjum ljósaleikjum í himninum. En segull, það skilja allir segull. Ef ég set segull undir borðið og síðan járn ofan á borðið og sýni börnum að sjá því, ég get fært járnið bara með að horfa á það með augunum. Þá halda börnin alltaf að ég sé algjör snillingur og bara, wow, pabbi getur bara látið hluti hreyfast, sko. Að ef ég væri samsæringur þá myndi ég væntanlega, sko, samsæringur er einstaklingur sem efast frásagnir sannaðra lygara. Það er búið að sanna það, og það er staðreynd að valdstjórnir eru lygarar. Þær ljúga daginn út og daginn inn og síðan fara þær heim á kvöldin og ljúga að vinum og vandamönnum. Og þetta fólk eru sjúkir lygamerðir. Og þegar einhver segir, sko, samsæringur er eitthvað sem bara er búið til þess að mynda svona blindu í heila settun á þér, að þegar að ég að segja þér hvernig á að drepa þig og þína fjölskyldu, að þá kemur svona þetta nú bara einhverja samsæriskenningar, Axel minn, come on, sko. En ef ég myndi segja er svona lygari sem búin að ljúga bara, í gegnum alla sína lífstíð, og ég var ykkur við að trúa orðið sem hann segir, og ég get sannað og sýnt fram á það, lygar þessara einstaklings, þá myndi ég segja, já, takk fyrir að vara mig við. Eða kannski einhver bílasali sem er þekktur af því að svíkja fólk, og þá kannski vara ég við því, þá sagt bara já, frábært, sko. En það er ekki sagt, sko, heyrðu, þetta nú bara einhverjar samsæriskenningar sem er náttúrulega alveg rétt, sko, en það er bara búið að taka orðið samsæri og samsæriskenningar og búa til eitthvað tabú úr því, sko. Þetta er eins og ef ég segi glæpamenn stunda glæpi. Þetta er samkvæmt þessari skýrgreiningu sem CIA bjó til samsæriskenning.
ef ég segi, hérna, þjófar stela, þetta er samsæriskenning samkvæmt þessari fræði. Og, þess vegna komast þessi öfl upp með alla þessa glæpastarfsemi af því að þeir eru svona mafía, svona Cosa Nostra með, fjölmiðladeild. Þeir eru að stunda sömu hlutirnar og Cosa Nostra eru þekktir fyrir, eða mafían. Og, þeir beita hins vegar gríðarlega miklum áróðri. Áróður er endurtekning. Áróður er orð yfir að hlutirnir eru endurteknir aftur og aftur og aftur. Og einhver frægur sagði, það var Goebbels, einhver sagði, ef þú segir sömu lygina nógu oft þá verður hún að sannleika. Og það er það sem að við erum undir. Og þannig að ég komi aftur af fréttinni sem byrjaði þennan snúning hjá mér. Þá er ástæðan fyrir því að það er svona mikið læti á spítölunum og sjúkrahúsunum og heilbrigðiskerfinu, að það er verið að raða upp réttu fólki í réttar stöður og það er verið að undirbúa heilbrigðiskerfið fyrir stórfellda glæpi. Og, það var nú var ekki einhver sjáandi sem var hjá Harmageddonum, var að tala að það væri nú ekki oft sem henni dreymdi sama hlutin aftur og aftur og aftur. En hins vegar sagði hún að það væri eitthvað hræðilegt í uppsiglingu á Íslandi. Ég held reyndar að hún hafi ekki hitt einu sinni nálægt því sem að er hugsanlega að fara að gerast. En þetta er dæmi svona réttlætingu til að koma sérsveitum alþjóðlegum til landsins. Og ef þið trúið einhverju einasta orði í þessari frétt, þá eru þið kjánar. Og heildarendurskoðun á fangelsismálum. Við veitum að það stendur til að fara að svipta gríðarlega mikið af fólki sjálfræði og frelsi sínu. Og farið að keyra á T8 prógrammið. Og já, sko allar þessar, það er verið að það er verið að endurraða upp fólk í heilbrigðiskerfið. Það er það sem þetta snýst um. Það er verið að rekja fólk í burtu sem að hefur hugsanlega einhverja siðferðis brýr í hausnum eftir. Það fólk verður hrakið úr landi og ný heilaþvegnir heilbrigðismálaliðar munu taka við. Og meira þess að spurning hvort að hluti er að séu nokkuð ljóst að töluvert af þeim er í mjög annarlegu ástandi. Og ég er bara að fiska núna eftir því sem tengist þessu heilbrigðiskerfi, bara því að það var fyrsta frétt, þá fór ég að tala um það. Og og það er það sem að þessi ágæta kona var að sjá, þessi sjáandi. Það er
og verður sennilega vírusárás, eða sem sagt það verður sleppt eitri í drykkjarvatn, matvörur og hugsanlega andrúmsloftið. Og þá mun fólk sýna einkenni sem að líkjast ebólu eða einhverjum af þessum skáldsagnar-vírusum sem er að búa til í pólitískum tilgangi. Eins og við sjáum að HIV er ekki til. Það er bara blekking. Þessar myndir sem að birta af þessum ímynduðu vírusum eru hvítu blóðkornin sem eru að ráðast á. Ja, þú veist, hvítu blóðkornin eru bara daginn út og daginn inn að ráðast á alls konar drasl sem er að reyna að hrekkja þig og líkamann. Þannig að það er hlutverk hvítu blóðkornanna. Og hvítu blóðkornin, þau eru svona hvað hérna kamikaze, var ekki japanska sögunar af japansku sjálfsmorðsflugsveitunum, eru svona kamikaze, það sem þeir flugu á vélunum bara beint inn í skipin eða þau voru búin að sleppa öllum sprengjónum og þá var síðast að sprengja flugvélin sjálf með flugmannum, þannig að var nú öruggt að flugvélin hitti á réttan stað. Og það er þetta kamikaze og hvítu blóðkornin í okkur eru kamikaze blóðkorn og þau bregðast við alls konar óværu sem kemur utanfrá með því að framkvæma svona kamikaze. Og þessu verður stýrt frá Sviss og þið haldið væntanlega að það hafi verið tilviljun að það var stríð allt í kringum Sviss og eina sem þeir gerðu var að taka við peningum af öllu fólkinu sem var drepið. Það var örugglega tilviljun eða ekki. Hérna sjáum við þetta eru World Health Organization. Þetta er eins mikil glæpastofnun og hægt er að búa til. Þetta eru fremstu morðingjar heimsins í dag. Og allt gert í nafni einhverra ímyndaðra vírusa. Og þið vitið hérna á fyrri tímum sem við erum alltaf að gagnrýna. Og hérna við erum að velta fyrir okkur hvernig var það? Af hverju var verið að brenna fólk á báli? Hvað vandamál var það? Og hérna það var kannski að því að fólk var svo hrætt að viðkomandi væri haldinn illum öndum. Þannig að þessir elítungar sem við erum að glíma við, þeir kunna crowd control og social engineering og þeir eru snillingarnir í því öllu. Og þeir eru heimsmeistarar í vondum verkum. Og þeir koma fram undir merkinu hotmátti snákurinn. Og það er hérna fullt til að myndum af þessum hotmátta snák. Það er þessi hérna gripur. Þetta er
hornótti snákurinn og hann er með þeim eitruðustu í veröldinni og hann syndir hálfpartinn í sandinum og ráðandi elíta eða snákarnir sem við erum að díla við, þeir líta á sandinn sem mannhafið og þannig að þeir sjá sjálfan sig sem þetta dýr hérna. Þeir samsama sig við þetta kvikindi. Og ástæðan fyrir því að ég er að tala þetta er ekki að ég sé sammála þessu eða að ég sé hlynntur þessum pælingum eða neitt slíkt. En þið sjáið að þessi snákur er búinn að vera í ritum þessara mafíu eins langt aftur og ég held að við getum rakið okkur. Og egypska útgáfan er mjög einföld. Það er þessi hérna, já. Þetta er frá Egyptalandi. Og þetta er fullkomlega í samhengi við fyrirbæri eins og þessa stofnun hérna, World Health Organization. Og þið sjáið hérna í lógónu þeirra er snákur og við vitum að rómverski herinn var svona málaliða her sem er búið að endurbyggja núna í Bandaríkjunum sérstaklega og reyndar víðar. Að þetta hérna eru lárviðarlauf eða það sama og Júlíus Sesar bar á höfði, kórónan. Þetta er kóróna Sesars eða sama embætti. Þið vitið að í þessum fræðum þá er fólk er í embætti. Það skiptir raun ekkert máli hver er persónan, sko. Það er embættið sem allt snýst. En ég ætla nú bara svolítið að vera endurtaka núna. Þetta verður svolítið endurtekið efni af því að það virðist vera að fólk nái einhvern veginn ekki alveg veruleikanum sem við erum í. Og mér finnst fólk vera svolítið týnt. Og já, ég er að fá komment tilbaka að það heyrist ágætlega í mér. Það er alltaf gott. Alltaf gott að það heyrist í manni þegar maður er að senda eitthvað frá sér. En þessi mynd er nokkuð eins stór og ég hafði vonað. Ég ætla nú samt að sýninguna. Er þetta að stækka eitthvað hérna á? Hvernig var það? Zoom inn, var það eitthvað? Já, hérna. Doing. Sjáðu, hérna kemur þetta. Þetta er, já, kannski var það eitthvað óskýrt á henn. Ég fer yfir þetta bara með ykkur. Ég vona að þið sjáu músina. En hérna er sem sagt faraó.
og hann er sem sagt efstur í píramídunum og hann var svona í hálfguðlegri mynd og hann var sem sagt sýnilegur toppur. Og síðan voru vitringarnir eða Væsir, það er svona pólitískir ráðgjafar og svona lið sem að er með á nótunum. Það voru svona seiðkallar líka og töframenn og alls konar svona furðulið sem var í þessum klassa og við sjáum þetta núna á Íslandi þá er þetta svona aðstoðarmenn faraós hins íslenska faraós. Hérna er aðalsklassinn og prestarnir og þið vitið að prestar á Íslandi fá 650.000 kall á mánuði fyrir að halda kjafti og vera svona með í samsærinu sem ekki er til og er bara ímyndun í hausnum á einhverjum köllum eins og mér. Og aðalstéttin er svona forstjóra fyrirtækja og allt það lið. Svona nobles, það er svona fína fólkið. Það er líka þeir sem að eru blóðtengdir. Þið sjáið, ef við förum bara aðeins yfir listan yfir Bilderbergara íslensku og athugið það er verið að breyta þessum lista. Hérna er hann Nordal, Jóhannes Nordal, það er búið að taka hann út. Jóhannes Nordal. Hann var, skal ég segja ykkur, hann mætti á Bilderberg líka. Hann var allavega í listanum þegar ég gerði myndbandið Bilderbergs fyrst. Þá sjáið þið hann inn á listanum. Það er búið að taka hann út. Og við sjáum að hann kemur í gegnum London School of Economics sem er Fabian Society fyrirbæri. Og ef við kíkjum á Fabian logo, ástæðan fyrir að ég hvað var þetta eitthvað? Vona ég sé ekki lendi meiri internetvanda. Ástæðan fyrir að ég er alltaf að tala merkingafræðina er einfaldlega sú að það er mjög nauðsynlegt að skilja merkingafræðina til þess að skilja þessa geðsjúklinga og þetta sturlaða pakk sem við erum að díla við. Og þetta er sem sagt úlfur í sauðagerði. Og hvar er, já hérna er, þetta er sem sagt mynd úr gluggaskreyting í einhverjum hvort þetta er einhver kirkja sem er með, þetta er eitthvað svona svoleiðis dæmi sko. Og þetta er merki þeirra. Þeir eru úlfar í sauðagerðu. Munið, þeir eru hornóttir snákar sem að synda svona eiginlega í mannhafinu, í sandinum. Og þið takið eftir því að
þessi listi hérna yfir íslenska Bilderberg-fara og endilega leiðréttið mig ef það eru fleiri hérna, sko, þetta er nú svolítið flókin lista að fara yfir og þið áttið á ykkur að það er ekki allir á þessum lista sem að hafa farið. En hérna er annar góðkunningi, Hörður Sigurgestsson. Og hérna og svo hefði farið yfir Noreg og Svíþjóð og Danmörku, Svíþjóðsjóði Karl Bildt, hann er búinn að vera svo grár köttur heima á Íslandi. Og hérna við förum yfir Noreg, Jens Stoltenberg sem er núna yfirmaður NATO eftir að hafa framkvæmt gríðarlega mannfórnir heima á sér. Og fleiri hérna frá Noregi, það er þetta miklu lengri listi frá Noregi. Þessi listi er greinilega verið að fikta mikið í honum. En sko þetta ef þið farið yfir fjölskyldur þessa fólks þá takið eftir því að þetta eru mafíósarnir og fjölskyldur þeirra og blóðslóðin eða blóðtengingin þeirra eða blóð það virðist vera í þessum grensum þá eru þau óbúslega upptekin af blóði og þess vegna eru þeir að taka börn og fórna þeim og taka börn af sérstaklega fátæku fólki sem á sér enga vörn og á bara nóg með daginn sinna þegar búið að brjóta það alveg niður í fátækt og svíverð á allan hátt og síðan kemur ofbeldisstjórnin eða valdstjórnin eins og hún kynni sig á skítuðum skónum inn á heimilið og bara án dómsúrskurðar eða hver sem er og bara rífur börnin af fólki og lemur það ef það er með eitthvað kjaft. Og þetta sjáum við og ég var að horfa á myndband áðan sem var verið að sýna þegar sýslumaður fór inn á eitt heimili 2011 held ég að verið eitthvað slíkt og átti að fara að bjóða upp heimili þá bara strunsaði löggan þar inn, ekki með neina dómsheimild eða neitt, löggan hefur enga rétt til þess að gera það. Það er húsbrot, það er glæpur og fyrir það eiga þeir að fara á þeim refsað með fangelsi. En við vitum það náttúrulega það mun aldrei gerast. En ef að þið bara skoðið þessa Bilderberg-fara og fjölskyldur þeirra og þá hefur þessi mafía haldið öllum völdum alla tíð á Íslandi bara. Þetta er alltaf sama fólkið sem að stjórnar öllu á Íslandi. Og Jóhannes Nordal var á þessum Bilderberg-lista. Ólöf Nordal, dóttir hans, er innanríkisráðherra í dag og varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Og systir hennar var að reyna að komast að sem háskólarektor til þess að halda utan þá vitleysinga. Og já, værukast, það er áhugavert. Guðjón er að vinna í tæknimálum. Við látum nú ekki svona smá tæknikjaftaði stoppa okkur. En ef við höldum áfram að horfa, sko, það er óbúslega mikilvægt, sko, þið vitið að áður maður fer í handboltaleik, áður en að menn föttuðu þessa vídeófundi og þetta stúdera liðið áður en þeir fóru í leikinn, áður en að það menn fóru í þá fasa, þá töpuðu Íslendingar öllum leikjum. Og þess vegna er mjög mikilvægt að koma á svona vídeófundi hjá mér og læra hvernig þetta lið hugsar, hvað þetta lið er að pæla. Og menn eru nú svona, já, þið eru með ég er live sem sagt, já, ok. En sjáum við að það er fullt af fólki sem gefur þessi Hornet Snake signal
og þegar það er gert svona þá er þetta nú ekki tilviljun sko, ég held að þetta hafi nú ekki verið þetta er nú ekki nein tilviljun hérna sjáiði. Ég hef sagt ykkur að John Lennon var að vinna fyrir hérna hvað heitir þetta? Tavistock, já. Og hérna er þessi gaur að gefa merkið að og svo sjáum við hérna forseta Íran að þeir eru allir að gefa svona fullt af fávitum þessum trúðaköllum, þetta er nú ekki hornið sneikrindar en hérna þeir merkja sig inn með þessum táknmáli hérna er teikning af John Lennon að gefa merkið þannig að það er mjög margir sem að hlusta á John Lennon og halda hann sé óbúslega góðu kall sem hann eftir var og sumir segja að hann hafi verið á síðari réttar á hann drepin að hann verið farin að snúast sko. Þess vegna drápuðu hann bara en hérna svona ef ég leyfi ykkur aðeins að fylgjast með hvar við erum stödd á línaritunum þá er þetta hérna er strúktúrinn sko. Þetta er það sem við kallum elitumafía og Nobels það eru þessi fjölskyldur þessara Bilderberg-fara sem ég var að telja upp áðan. Þetta er þetta fólk hérna og fylgilið. Þetta er liðið sem að er fyrir ofan þessa línu hér. Þeir hafa síðan upp í Nobels fína fólkinu þar eru hershöfðingjarnir. Þeim er hleypt upp svona hérna aðeins upp sko. Af því að það er svo mikilvægt að hafa dauðaaflið með sér en ekki á móti sér sem gefur að skilja. Það er ástæða fyrir að mafían er vopnuð og heldur úti vopnuðum eða vopnuðu liði sko. Og síðan eru hérna fjölmellunar þeir sem eru að matreiða og í ykkur söguna og atburðina og ljúga ykkur fulla villu og færa ykkur til þess að eyða mörgum dögum eða var þetta ekki bara ein vika sem fór ég að tala hérna vændis hvað þetta var, ég veit ekki ég náði nú ekki einu sinni alveg hvað umræðan var hvað var umræðan ég er alltaf svo vitlaus sko, ég bara skilja það ekki og það var einhver hérna feminista ég sá það, já það var á DFF náttúrulega sjálfsögðu það var einhver feminista talið þetta vændishjal sko og þið sjáu hvernig allir bara einhvern veginn hoppa borð að ræða þetta og athugið það að þetta er ástæðan fyrir að skraubendarnir eru hérna upp í píramídana sko. Það er að því að skraubendarnir fá fólk til þess að hlaupa svona bara hægri vinstri hérna eftir bara engu þetta er svona hlaup eftir vindi og feminismin er svona hervæt kettlinga heimska segja nú í Biblíunni að viska kvennanna reisir húsið sem þýðir þá líka að heimska vessið í Biblíunni segir orðskviðunum að viska kvennanna reisir húsið eða eitthvað svoleiðis já, Guðjón við þurfum að leysa þetta mér sýnist það reynda með að keyra niður strímið þá virðist það virka betur það er ekki virka betur núna þetta er svona tæknilegt en hérna
Hérna sjáið þið, já, sem ég var að segja að viska kvennanna reisir húsið, sem að þýðir þá líka að heimska kvennanna rífur húsið. Og við getum þá líka sagt að viska kvennanna reisir þjóðfélagið og heimska kvennanna rífur þjóðfélagið. Og hérna, hér er dæmi heimsku. Endurskilgreint vændi. Það er sem sagt alltaf verið að taka orð og breyta merkingu þeirra. Eins og rasismi, nú er búið að breyta orðinu rasisma yfir í það að ef að þú segir já, ég er ekki sammála þér pólitískt, þá er það bara orðið rasismi. Þá getur við komist því já, þá er þetta bara rasisti eða ef að ég segi sko að ef ég segi sko það eru hinir kristna heimur eða sem sagt þessi vestræni heimur sem oft er kallaður kristinn og þegar er verið að taka þetta yfir í trúarbragðahaminn, þá erum við svona hérna fyrir vestan yfirleitt talin kristinn og fyrir austan er talin svona múslima dæmi. Og svo er náttúrulega þarna síónistarnir sem að er svona alveg sér kapítuli út af fyrir sig. Þeir eru mikið ofan í sandinum eins og hornaði snákurinn. Og ef að ég segi, heyrðu, það er bara það er þessi kristnu sem er að gera buxurnar með heimsfriðinn, sko. Þá er ég rasisti, af því að ég myndist orðið kristinn. Eða ef ég segi öll þessi geyvæðing og samkynhneigð og þessi kynhneigðarruglun er þjóðfélagsverkfræði og hernaðaraðgerð, þá er ég rasisti gegn samkynhneigðum. Það er sem sagt hluti af þjóðfélagsverkfræðin er að taka svona orð eins og vændi, svona tilfinningahlaðið orð og eru ekkert merkilega orð heldur en bara prumpa til dæmis. Ef ég segi prumpa, er það eitthvað tilfinning endurskilgreint prump, getum við sagt hérna. Og þá er ég búinn að endurskilgreina það orð að allir sem að eru ósammála mér og tjá sig það eru bara prumpa. Þannig ég get sagt við þá sem er eitthvað að tjá sig á móti, heyrðu, hætti þessu prumpi maður, það er bara vond lykt að þér, sko. Sem er ekki rétt af því að þegar þú tjáir skoðunina þá fylgir því engin lykt, sko, heldur er það þegar þú prumpar þegar það fylgir lykt. Þannig er svona hugtökum rennt saman í einhverja vitleysu og þetta er gert aftur og aftur og alltaf er fundið eitthvað nýtt orð til þess að rugla í hausnum á fólki og sérstaklega kellingum. Svona kellingar alveg var nú gaman að fara í ættfræðina og þessari Valdemarsdóttir, hvað Valdemar er þetta? Faraði þeir þetta kannski hann Valdemar, já, finnið út hvað Valdemar þetta er, farið í að þess að rekja fólki, sko. Þetta er þetta lið hérna, þetta er svona þessi hópur hér, sjáðu. Þetta er liðið sem er að búa til svona alls konar bara vitleysu, sko. Það er það sem að heldur þessu gangandi. En þetta er bara svona úrtak, maður þarf að borga hérna fyrir að vera áskrifandi. Ég nenni því nú ekki. En bara það sem kemur fram hérna á kaffi á skrifstofu kvenréttindafélagsins á Hallveigarstöðum. Tekkið hvað kvenréttindafélagi fær mikið af peningum úr sameiginlegum sjóðum þjóðarinnar og hundruði milljóna. Takið eftir hvað þið fá mikið frá Evrópubandalaginu eða einhverjum óþekktum aðilum, George Soros kannski einhverjum. Og þetta eru merkilega pælingar. Getum við gert vændi að einhverju öðru?
Ha, getum við gert vændi að einhverju öðru? Eða getum við til dæmis gert vændi að lunda? Eða getum við gert vændi að pönnukökum? Eða veist, hvaða rugl er þetta? Vændi er bara orð sem er notað yfir ákveðna athöfn sem snýst um það að einn aðili er með einhverja greddu sem hann þarf að díla við eða einhverja greddu sem hann vill losa og hann einhverra hluta vegna kannski nennir því ekki, hefur ekki tíma eða ekki áhuga eða eitthvað, vill ekki fara svona þessar hefðbundnu leiðir. Heldur vill hann fara pening eða eitthvað verðmæti. Og hann er bara að segja, heyrðu, ég vil bara losa þessa greddu hjá mér og ég vil losa þessa greddu og fyrir það er ég tilbúinn að greiða ykkur verðmæti og fá einhvern annan sem sagt í einhverja athöfn til þess að losa þessa greddu hjá mér. Og það er vændi. Vændi snýst um að selja þjónustu. Og það er svo sem ekkert merkilegra eða ómerkilegra en það. Síðan er elítan búin að skýrgreina þetta sem eitthvað svona tabú. Hérna eru svona gamla myndir frá því 1800 og eitthvað og þið munið svona í þessum kúrekamyndum sem voru. Þá var alltaf einhverjar svona pjúristakellingar sem voru alltaf að amast út í vændiskonurnar. Þið munið því. Og núna lifum við á tímum tvískinnungs. Það er verið að tala um að allt eigi að vera svo frjálst núna og það eigi að taka á gömlum tabúum. En það eru bara útvalin tabú sem á að losa önnur tabú á ekki að losa og í kringum þessa þjónustustarfsemi sem hefur verið kölluð vændi þá hefur reyndar að það eru gríðarlega miklir peningar í þessu og þið vitið af hverju til dæmis af hverju eru svona miklir peningar í eiturlyfjabransanum þar því það er bannað eða væri leyfilegt að framleiða eiturlyf og selja þá væri engin peningur í því nema náttúrulega að það fari í gegnum heilbrigðiskerfið þá myndu allir glæpamennir hópast þar inn sko eins og þeir eru náttúrulega í dag heilbrigðiskerfið er bara stýrt og stjórnað og rekið að glæpafólki og það sem er að gerast og hefur verið að gerast er að NATO er núna í Afganistan að passa upp á það að ópíum það sé engin truflun á framleiðslu á ópíum. Við vitum að svona boð og bönn í sambandi við áfengi hefur margfaldað verðið á áfengi og tóbaki. Tóbak þarf ekkert að vera svona dýrt og hugsanlega er tóbak ekkert óhollt ef það er tekið náttúrulega ef að drullum allarunum er ekki hleypt á milli
Og ástæðan fyrir því að það hefur verið svolítið svona vesen í kringum þjónustustarfsemina sem kölluð hefur verið vændi, er að með því að gera þetta ólöglegt, þá er náttúrulega miklu meiri peningar í þessu og eins og með eiturlyfjasölu, þá er miklu meiri peningar af því það er ólöglegt og með ólöglegheitunum þá leysir engin vandamál, heldur glæpavæður fyrirbærið. Og við vitum, ég hef margsýnt fram á það í vídeóum áður, að CIA eða þessar leyniþjónustudrullur, þær sjá að dreifa, og lögregluembættin sjá að dreifa eiturlyfjum og þeir passa upp á smásalana sína að engir utanaðkomandi aðilar komist í sölu og dreifingu á þessu á innanlandsmarkaði. Og núna ætlar valdstjórnin sem sagt að, og þetta litar alltaf meira og meira, það er alveg sama hvað þetta fólk stelur mörgum milljörðum, það er alltaf að stela öllítið fleiri milljörðum. En það virðist vera að sko pimparnir eru öryggis, fyrst og síðast öryggis aðilar, að ástæðan fyrir því að fólk í vændi þarf að hafa viðskipti við pimpana er að þeir veita öryggisvernd í þessari starfsgrein. Og núna er valdstjórnin sem sagt, já, ég meina, við erum komnir út í allsherjar glæpa business, ég meina, af hverju tökum við ekki vændið þá líka? Og það er það sem þetta snýst um. Myndum við hafa starfsþjálfun eins og fyrir inngreinar, eða myndi þetta vera námsgrein á mennta eða háskólastigi, eða í endurmenntun? Myndi þetta vera ríkisrekið eða ættum við að setja það á einkamarkað? Veist, hvaða hugarheimur er þetta? Flestir kunna nú að ríða svona frá náttúrunnar hendi, og þetta er náttúrulega mjög einfalt fyrir sérstaklega annar aðila sem að geta bara að lesa mokkan á meðan. Það reyndar dugar ekki fyrir kallvændis aðila að lesa mokkana, það stendur ekkert í honum sko. En það virka vel fyrir konur að lesa eitthvað svoleiðis rit, eða devaf bara, þess að við erum að horfa á umræðum lögleiðingu eða ekki kemur oft upp, en sjáum við fyrir okkur eitthvað svona góða vændistarfsemi og myndi einhver kaupa hana. Ætlum við að hafa eitt herbyggi ráðuneytar sem sýslar og veist, í alvöru, sjáu þið ekki hvað þetta er sturlað? Er það bara ég sem sé það? Er engin annar eða veist hvað er í gangi sko? Þannig að þetta er hugsanlega bara undanfari þess að valdstjórnin taki að sér pimpa hlutverkið og það er sannlega það sem þetta snýst um, að það má ekkert vera í gangi þar sem að það má ekkert vera í gangi þar sem að valdstjórnar mafían græðir ekki, það má engin annar græða. Og einn af frægustu þeim frægustu þannig í flott svona samsæris pæling sjáðu að Rockefeller sagði samkeppni er synd, og hann var ekki að grínast, þeir þola enga samkeppni og en
Þetta sko vændi ekkert eins mikið, mál og verið er að tala um. Það fólk hefur verið að segja okkur svona sögur af einhverjum, fólk hefur verið að segja einhverjar svona sögur, já, kona sem var tekin í herbergi og henni nauðgað þar til hún samþykkti að vera vændiskona og þá er hleypt á hana 30 köllum á dag og þetta er vonda mafía, þetta er einhverjir glæpamenn sem að gera þetta. Og sko ef að glæpamafía tekur einhvern einstakling eins og er gert eins og Guantanamo eða var gert í Abu Ghraib eða er gert núna um borð í öllum skipum, herskipum og varðskipum, eins og í íslensku varðskipunum, það eru svona pyntingaklefar. Og ég meina, ef að einhver tekur konu og fær svona nauðgunargengi, þessar nauðganir til þess að fá hana til þess að ríða 30 köllum á dag og græða pening á því, er það ekki glæpastarfsemi? Þarf eitthvað að ræða það? Veist, ef þessi sama kona væri tekin og henni nauðgað, þá myndi samþykkja að vaska upp á einhverju veitingahúsi fyrir ekkert kaup. Væri það þá ekkert vandamál? Væri það bara allt í lagi? Þú veist, það er það sem kemur mér svo óvart, eða svona, já, kemur mér eiginlega svolítið í opna skjöldu, hvað fólk er heimskt. Og þjóðfélagið til hópa er nautheimskt, eins og ég hef sagt aftur og aftur og aftur. Og þessi umræða er sönnun, en ein sönnunin fyrir því að Íslendingar eru heimskir. Það er vandamálið. Og þeir sem eru heimskir, það er hægt að spila með þá alveg út og suður og það er meira að segja í flestum svona lögum þá er þetta þekkt konsept og það er varnagli svona við heimsku í lögum, sko. Og það er svona litið á það svipað eins og með þroskaheft fólk eða fólk sem hefur átt einhvern þroskavanda. Það er vandamál. Og Íslendingar, það er ekkert láta á því hvað þeir hafa mikinn áhuga að sanna þessa heimskukenningu mína. En hérna sjáum við Springfield Mob. Þetta er ljósmynd af rannsókn, nei, bara eitthvað sem ég fann á vefnum. En hérna er einhver búinn að vera að búa til svona samsæriskenningu. Og hverjir eru hérna? Það er bossinn, mobbinn, Fat Tony, Damago, Idol. Svo er hérna Crime Family, Don Vitiani, The Hat, þetta er svona operator. Svo er hérna Lieutenants, þessi lögreglumenn, Lefty and Righty. Og þessi komiks eru sko dýpri heldur en allar fjölmiðlur Íslands samanlagt. Lík, er þetta Lík, lögfræðingur eða Louise sem er leigumorðinginn, drepur þá annarkvort mannorðsmorðingi eða eitthvað slíkt. Og hérna er einhver kettling, einhver hórumamma eitthvað og Johnny Tight Lips, hann kjaftar ekki. Jimmy the Snitz og eitthvað passportvesen
og svo pólitíkin. Mayor Quamby, hann tengdur inn í þetta, bæjarstjórinn eða borgarstjórinn. Svo eru óbreyttu glæpamenn og matsölustaðurinn sem sér að þvo peningana og svo Krusty the Clown, entertainment businessinni með í þessu, veist. Þetta ekkert flóknara en þetta. Það bara svona sem þetta gert. Að sko skipuleg glæpastarfsemi og mafía hópismi. svona hópíþrótt einhver. Og allt á efnum, frábært, allt svo gaman á efnum sem að þeir héldu reyndar að almenningur myndi ekki ná að nýta sér. Þeir trúðu því að menn myndu bara eina sem menn myndu gera var að runga sig fram á skjáinn. Það kemur ekkert annað út af því. Hérna þess að Mafia Family Tree, það bossinn og undirbossinn og óbein tengsl, það þessir pólitíkusar og consigliere og svo eru bossarnir sko. Þetta er kannski háskólaprófessor, þetta er kannski forstjórar í fyrirtækjum, þetta er ykkur yfir stjórnmálaflokk eða eitthvað slíkt. Þeir stýra sjáiði einhverjum hópum á liðin og ef þið vinnið á stórum vinnustað á Íslandi þá getið þið finnið kapp á hana. Þeir passa umræðuna á vinnustaðnum ykkar og síðan er associates, svona alls konar undirverktakar og það er samstarfsaðilar einhverjir. Og það sem að mér er eiginlega ómögulegt að skilja er að hverju fólk sér ekki þessi tengsl. Hvernig stendur á því að sömu fjölskyldurnar eru búin að vera í 2, 3, 4, 500 ár við völd á Íslandi? Eða veist, hvað er það? What's up with that? Trúið þið því að það sé eitthvað tilviljun eða? Og trúið þið því þá líka að kosningar séu? Trúið þið því að trúir á kosningar? Halleluja. En talandi það, þannig kemur tenging. Munið áðan ég var að segja að þessar feminista hórur eru að segja einhverju 30 kallar eða einhverju 10 kallar nauðgi konu til þess að fá þar í vændi til þess að ríða 30 kallum á dag. En ef þessi 10 kallar eru að nauðga konu, er það ekki bara lýðræði? Veist, það eru 10 atkvæði á móti einu, er það ekki? Þá er það ekki nauðgun, sko. Þá er það bara lýðræði, þú veist. Það eru semst í einu orðinu, eða þetta lið, þetta eru kallar líka, þetta eru bara hópur á hálfvitum sem eru í þessum grensum. Sko, og það er það sem er svo alltaf svo greinlegt í þessum sæjópum, það er að lógíkin brotnar. Þetta er eins og fólk sem segir, já, ég krefst mannréttinda. Já, ok. Þú vilt sem sagt fá mannréttindi frá valdstjórninni. Já, ég vil fá mannréttindi frá valdstjórninni. Ok. Við skulum skoða það. Já, ok. Vitið hvað vitleysinkurinn var að gera þarna, heimskingin? Hann var að gefa upp öll sín réttindi. Og hann var að samþykkja það að valdstjórnin skammtaði það með bara sínum hætti.
og þessi fáviti sem var að krefjast mannréttinda í raun að samþykkja þessa nauðgun. Það sem að meirihluti atkvæða samþykkir ofbeldisverk gegn einstaklingi. Mannréttindi eru blekking. Mannréttindi aðferð til þess að svipta heimskingja öllum réttindum sínum. Að því að leið og þú krefst réttinda úr hendi valdstjórnarinnar, þá ertu búin að gefa upp öll því náttúrulegu réttindi sem þú ert með nú þegar. Og þannig að þessar fuglaræður, í feminista fuglaræður, þær eru ótrúlega mikið í þessum. Þær eru að tala það að svipta fólk réttinum á eigin líkama og eigin veru. Þessar fuglaræður eru að segja þetta fólk sem stundar á vændi eru bara glæpamenn og þetta bara glæpú sem þetta fólk að gera og þetta fólk að skilja bara það versta og þetta bara svona úrrak, þetta svona Gollum monster, þetta svona monsters og sem algjörlega ránt. Segja það að ég velji það bara að leigja bílinn minn. Ég búin að vinna mér fyrir bíl. Nú á ég þennan bíl og ég get sannað það að þessi bíl mín eign og ég síðan vel að leigja ykkur bílinn. Það ykkur sem þarf að komast frá A til B og ég á svona bíl eða mótorhjól bara. Ég á kannski mótorhjól sem ég bjó til með eigin höndum meira að segja. Rendi alla hlutina og skrúfurnar og allt og meira að segja gekk ég svo langt að ég gróf upp járnið sjálfur og bræddi það og þannig að ekkert aðkeypt í þessu mótorhjóli. Ég bjóða allt saman til með eigin höndum. Og mótorhjóli gengur á brugguðum spíra sem að ég bjó öll tækin til með eigin hendi og restina járninu sem ég gróf upp í garðinu hjá mér. Þannig að ég vel það nú eitthvað sem kemur í hversdagslífi þar að fara frá A til B. Nú erum við staddir A hjá Axel og ég ætla að fara til B til Bjánana og ég segi já, heyrðu, ég búin að smíða þetta fína mótorhjól, viltu ekki leigja það bara? Og þá er þetta bara skotfljótur að skutlast í þessa bjánaferð og viðkomandi segir já, hvað kostar það? Ég segi já, það sanngjarnt verð bara. Svo þreifa ég á honum og reyna alltaf að hæsta verðinu sem mögulega svo semjum við verð og tökumst í hendur og segir ok, þetta verðið og ég setti kannski upp leigu sagði við þennan gaur sem að kannski óbúslega klári að mála og segir, heyrðu, ég skal láta það fá mótorhjólið í 3 vikur ef þú mála fyrir með gluggana á húsinu og við tókust í hendur, þetta samkomulag og þetta það sama og þetta tilfinningaþrunga orð vændi passaði vændi að þetta raun vændi sem ég var að framkvæma þetta með að leigja ykkur mótorhjóli mitt
og hræddi burt einn áhorfanda. Bye bye. Golluminn handleggi svona leikbröði. Nei, þarna kom hann aftur. Það er líka að detta inn og út. Og ég er alltaf blindfullur í útsendingu, já, tekur að því. Og hérna, ég þarf nú að fara að sækja mig vodka líka. Á dýfka nú kannski á spekinni hjá mér. En hérna, vændi er svo einfalt. Það er einstaklingur sem á sjálfan sig og líkama sinn og tíma sinn og veru sína alla. Og þessi einstaklingur getur bara gert það sem hún sýnist. Svo lengi sem hann náttúrulega ekki að skaða aðra, skilurðu, þá ertu komin yfir ákveðnar línur. Og hérna, og þessi vændisumræða er í raun að koma aftur og aftur í nýjum myndum. Og hérna, í sýningu hérna Mafíu, það er svona það sem kallaðist stundum template. Þið munið áðan hérna það sem ég var að tengja Springfield Mob. Og þá er hérna bara raunveruleg mafía. The Carlo Gambino family. Það er bossinn. Þarna er bossinn. Er hann ekki giftur demanta sölu konu? Demanta ættum einhverjum. Og ég þarf að stakka þetta eins. Já, svo gamall. Líka fyrir ykkur, sjá þetta betur. Þetta er Carlo Gambino, kallaður Don Carlo. Og hérna er underbossinn, Joseph Biondo. Og hérna er þessi consigliere. Ég verð að játa það, það verður gaman að sjá þýðingu á þessu. Það pointið sem ég er að meika er að það er template. Það er boss og það er underboss. Og hérna soldiers. Sjá, þetta er sama template. Og hérna eru hermennir, soldiers, fótgönguliðarnir. Og það er í skipulagðri glæpastarfsemi, þá er ákveðið template. Og þess vegna er svo auðvelt fyrir mig að segja ykkur eins og er að valdstjórnin sem að ég hef útskýrt fyrir ykkur að er háskólasamfélagið og fjölmiðlarnir og ríkislögreglustjóri, embættismannakerfið, fyrirtækja og fjármagnseigendurnir, banksterarnir og ofboðslega mikið vinir og vandamenn þessara aðila hér. Þess vegna siguðu þeir til dæmis Harmageddonum á mig. Já, farðu nú og ruglaðu í þessum gaurmaður, hann er að koma með allt sem hann upp á borðið, sko. Það er ekki einleikið að þetta lið, hérna IMF Board of Directors, sko. Þú veist, come on. Seðlabankastjóri. Nice stuff. Að hérna, þið þurfið ekki annað en að taka bara svona template frá mafíu starfsemi, uppbyggingu á mafíu og hérna þá eru komnir með
valdstjórnina. Og ekki bara valdstjórnina, heldur valdstjórnir sem sagt heimsins. Og þær vinna allar. Þær vinna allar mjög svipað. Hérna sjáið þið annað svona. Hérna sjáið þið annað svona. Og þið sjáið að þetta allt saman kallað family. The Guantánamo Luciese family. Svo vitið að familíur, mafjur vinna, eru það oft margar mafjur og það er svona úthlutað með sér svæðum. Og Boss, Guantánamo Luciese, Three Finger Brown, Tommy Brown, Underboss, Stefano Laselli, Vincent Janro. Sjá, þetta er sama template, allt eru mafja. Nákvæmlega sama template. Og bara fullt af templatum. Hvað er í gangi? Hjálp, mamma. Hvað er í gangi? Hérna er önnur Prospero Family Tree, Frassini. Þetta er nú meiri samsæriskenningarnar. Þetta er oft svona FBI-fælar eða svona einhverjar lögreglu pælingar. Er valdstjórnin í einhverjum samsæriskenningum? Hvað er málið það? Af hverju er það? Hvað er málið það? Þannig að það þarf svo sem ekkert annað en að taka mafíu template og bera það saman við íslensku valdstjórnina. Og ég ætla að fara eftir bildir. Að kveða aftur og aftur og aftur. Og þetta er svona eins og að vera að kenna mannganginn í skák endalaust. Það er óbúslega gaman að fara að taka einhverja skákir sko. Og heimskingjarnir sem kunni ekki mannganginn, það skil ekki í því að hverju tapa alltaf skákmótinu. Það er ástæðan fyrir að þeir eru kallaðir heimskingjar. Og meira að segja verið að spæka vatnið og matinn og spreyja yfir ykkur aluminium og baríum sem fer beint upp í heilan á okkur til þess að ganga frá því dæmi. Hérna er templateið af mafíunni sem rúlar Íslandi. Þetta er Ísland kemst ekki eins og blað. En þetta er strúktúrinn sem það stendur á bakvið eins og þetta vændis hjal. Þessi stjórnlega. Hérna er Order of the Illuminati. Ég vil aldrei farið hærra heldur en hingað í umræðinni. Þannig að ég hef búin að vera með svolítið hlustundum núna. Hvað er að vera 2 tíma, 1 tíma, ég veit það ekki. Ég hef búin að vera svolítið tíma. En hérna er þessi Bilderbergarar og það er svona svæðaþing mafíana. Hvað vorum við með hérna? Template, mafía template. Sko, sjáum við til, hvað var við með? Hérna var þetta.
sko, það alltaf eitthvað boss. Það sem það og bossinn hér. Og þetta flæðirit skrifað af insider sem var sennilega hætta vegna hás aldur, var ganginn í dauðan og skildi þetta eftir sig. Þetta svona template. Alveg svona template hérna. Og þetta template hérna. Þetta allt saman þekkt vísindi og þetta bara svona svipað á manngangurinn í skák, þetta ekkert flókið. Og við erum með sem sagt þetta staðfestarlisti pluss Hörður Sigurgeirsson og Nordal og meira þess að það er ekki að fara bara í þetta dögur alveg til þess að tengja hann og ég ítreka þetta stjórnar Landsvirkjun og það alveg insider hérna. Við viljum taka fram að það snýst ekki persónulegar leikendur heldur andaverur vonskonar og skilja plottið. En það sem er í gangi hérna með Order of Illuminati og takið eftir því að það er alltaf hrópað upp þetta er bara Bilderbergar 1951 og stofnuðu það 1957 saman að alltaf súma það bara inn á eitt bara og þá skiptir snákun snarlega ham og kalla það eitthvað allt annað. Það er alltaf verið að heimskingjarnir er alltaf að velta sér upp úr hami hornóta snáksins. Þið vitið að snákar skiptum ham, þá skilja þær eftir skinnið og þeir hafa komið inn á lóðuna hjá mér og þeir verið með lyftarabretti þar sem ég kemur við okkar og það er uppáhaldsstaður snákana í hverfinu að skiptum ham þar undir, þannig að ég fundið ham þar undir að ég var að barðosa og ég var að konuna mína við og var að sækja sér við að þetta er svona náðarhús snákana, þannig að þeir eru næði að skipta ham og þannig að þið megið ekki súma inn á þetta er svona svo snáka pittur þeir bara skipta bara nafni og hendi sér veifað ef það hendar þeim og það heitir þessi fundur eitthvað annað, heitir bara Tjúlenbergar eða eitthvað og það er saman með mafíuna þetta er bara boss, það skiptir einhver máli hver situr hérna, þetta er underboss skiptir eitthvað máli hvað hann heitir og það er templateið sem ég er að tala og horfa á. Þetta er sama eins og sagt kendu mann að veiða og gefðu manni fisk og hjálpa honum í dag og kendu mann að veiða og þú búin að rætta honum fyrir lífstíð það sem einhverju kennt í heila þóttastarfsemi skólakerfisins og þjóðfélagsins er að tala hvert tilfelli fyrir sig en ekki að sjá heildarmyndina. En Order of the Illuminati er hugmyndafræði eða það er eins og í mafíu hver eru trúarbrögð mafíósa eða mafíu þegar að þú ert með mafíu eins og fjölskyldutré og það sem að synirnir taka við hlutverki pappa sinns og þetta er svona fjölskyldubusiness hefur yfirleitt verið þannig að fólk
treystir best sínum eigin blóði þótt að það hafi ekki reynst mér vel að treysta fjölskyldu minni þá virðist elitan trúa því að fjölskylda hugsiði vel hvorum annan og þetta fólk með þann skilning það mjög vel haldið utan þessar fjölskyldu að sko fólk verður að skilja templeti sko að þessar mafíur eru sammála það að það réttlætanlegt að beita ofbeldi og morðum og hvaða ráði sem til þess að meika manni eða meika living og það enginn í mafíu ég fær í mafíu þá myndi ég hugsa að fíbli sem sagði myndi segja þetta þetta nú kannski ekki rétt að vera að fara illa með fólk sko. Við erum að fara að hugsa betur fólk sko. Og ég get alveg verið sá fáið sem að mér skilst reynda að tryggja manni skottferð í gröfuna að tryggja manni ferð í skotti eitthvað 1920 mafíumyndir sjá hvernig það lítur út tökum við 1950 myndir bara svona þegar við tengjum þetta við mannlega faktorinn sjáðu, bara allt fullt af fólki sjáðu Capone ekki búið að velja að drepa eitthvað fólk eru mellunar eða gleðikonurnar og síðan varnarliðið og herliðið og ég gerði ekki þessa mynd hér ég á móti öllu ofbeldi en það sem að allt þetta lið sammála má kalla svona ákveðin kóta eða hugmyndafræði að það að það sé réttlætanlegt að beita aðra einstaklinga ofbeldi til þess að ná sínu fram leikjavæða til þess að rugla unga fólki í rýminu yfir familja þetta og bíómyndur sko ég ekki að gera greina með því að bara sjá fullt af fólki sem sammála það að glæpum séu í góðu lagi þótt að skaði meðborgara og það þessi hugmyndafræði og sama má segja hornótta snákinn stækkum sem bara halló þannig segi eitthvað það bara aðra mynd kannski þessir ekki lóka mig þessi vildi að sjá fulla mynd en halló þessi hornótti snákur þessi snákur á því að það sé í lagi að eitra lifandi verur til þess að hann hafi mat og það í raun hans náttúrulegi réttur það rétt hjá snáknum hann hefur alveg fulla rétt á því að vera í sandinum og bíða eftir fórnarlambi og það sem að
munurinn á villtum lifandi dýrum og húsdýrum er að villtu dýrin eru ennþá með sinn náttúrulega rétt. Hins vegar eru húsdýr, þau eru þjálfuð. Og þau eru almennt ekki að ráðast hvert á annað. Það er svona, það er nú svona búið að taka það eðli svolítið hressilega úr húsdýrum. Og sama er elítamafía áranna búin að taka úr heimskingjónum villi dýrið eða villi. Það er búið að taka snákinn úr almenningi af því að hann er þjálfaður upp á að koma bara heim við mjaltir. Og þetta hérna, við fáum svolítið innsýn inn í þetta hérna með ritum eins og pælingar Albert Pikes í Meitlara-grúpunni, í Protocol Elders of Zion og þar og fleiri svona pælingar frá þessu liði og Brave New World myndina sem ég held að segja ykkur að horfa á, þeir sem eru að horfa núna, og meldið ykkur þeir sem hafa hort á Brave New World á YouTube. En Brave New World er bók eftir Aldous Huxley. Og það sem að þetta lið er ekki að segja ykkur er að þú ert húsdýr en þeir eru snákar. Það er munurinn. Og það er óbúslega erfitt að ef þú sér hornóttan snák í sandinum þá er ekki ráðlegt að koma fram við hann eins og köttin heima. Af því að kötturinn heima hjá þér, hann mun ekki drepa þig, bíta þig og bana þér, en hornótti snákurinn mun ekki hika við það. Og það er hluti af blekkingunni. Ég ætla að setja hérna Uppsalan, sjá. Þær myndir ekki setta fram. En ef þið sjáu Uppsalan fólkið, þetta er sýnt hvernig þeir heila þórbörnin í myndinni, og þetta er þess að A-fólk, A+ fólk, B-fólk og B+ fólk. Og ef þið sjáuð þessa mynd þá mun að koma ykkur á óvart hvað mikið af þessari þjóðfélagsverkfræði er komin í gatinu bara.
og hvernig það er ótrúlegt hvernig hvernig þeir hafa náð að koma því inn í þjóðfélagið sko. Ég bara svolítið gáttaður á því sko, en það er alltaf endalaus áróður og skólakerfið hér er svolítið merkilegt að það er engin mynd af Uppsalafólkinu. Vá. Ég veit ekki hvort þetta er ritskoðun gagnvart mér eða hvað. En þið farið það bara í myndina til þess að finna það. Og þannig að horfið á myndina, please, gerðu það. En það sem ég er að segja er að hérna uppi er hugmyndafræði. Það er svo í kirkju. Í kirkju er einhver trú. Það er eitthvað ritual eða einhverjar pælingar sem það eru það sem allt snýst um. Og í kirkjunum eru einhver svona varðmenn pælingana og það eru kallaði prestar eða breglátar eða meðhjálparar eða hvað það heitir þetta lið sem heldur þessari pælingu við. Passar upp á að þurrka ryggið af bókunum og eitthvað svona. Og það er það sem að þetta snýst alltaf hérna. Og þetta fólk er sammála það að vera hornóttir snákar. Þeir eru algjörlega sammála það. Og þeir eru sammála það að þeir muni bíta til dauða og sprauta því við eitri eða því að þess þarf til þess að ná fram markmiðum sínum eða ná fram af hverju bítur hornóttur snákur eitthvað aðra lífverum til þess að éta hana, til þess að nærast. Og þessi hópur af fólki er sammála því. Það er ritualið hérna á tónum að vera hornóttir snákar. Þeir munu fljóta með í sandinum og þeir munu ekki hika við að bíta þetta dauða ef það hentar næringa þurfum þeirra sjálfa. En þeir eru jafnframt sammála það að halda öllum öðrum í heimsku. Og það snýst allt þetta fjárans skúespil sem er í gangi 24/7. Fjölmiðlum alveg bara japlandi, feministafélagið og kvenréttinda hórunar og stjórnmálaflokkarnir, vinstri, ská til hægri og hvað þetta lið heitir. Og þetta fólk mun ekki hika að drepa eða henda þeim. Af því að þeir samsama sig við hornótta snákinn. Þeir samsama sig ekki við þessa hugmyndafræði sem að ég heitli það sem er hið góða mannkyn, sem er vísdómurinn sem kemur í gegnum hugmyndafræði Jesú Krists. Hvað sem hafa með kennitölur eða ekki, að það er það sem að ég vil að mannkyn snúist Ég vil ekki að mannkyn samsami sig við snáka. Það tel ég vera mikið mistök. En þetta fólk, þessir sturlungar, sem við erum að díla við
sem hefur komið sér upp þessum vef af blekkingum og níðingskerfi til þess að viðhalda þrælahaldi og ömurleika og sársauka og dauða og viðbragð. Það sem þetta snýst allt saman um. Að nauðga börnum og fórna börnum, að drekka blóðið úr börnum, að drepa fólk í stórum stíl, að eitra fyrir því, að eitra matinn, rugla því í hausnum, keyra á áróðri og óhamingju og viðbjóði. Það er það sem þetta snýst allt saman um hérna. Og ef við höldum áfram samlíkingunni, þá eru þessi dýr hérna, þau eru bara svona chilla sko, svolítið. Að mörgu leyti gaman að vera húsdýr sko, það er alltaf mjög rólegt sko. Það kemur alltaf eitthvað maður síðan og fá þér í matinn og það er alltaf að hugsa þessi dýr sko. En þessi grey snákur hérna, hann svolítið bara einn af báti sko. Hann bara way out west sko, aðleitn og yfirgefinn sko. Þannig að það mörgu leyti erfitt að vera hófmáttur snákur. Og á meðan að þessi húsdýr hérna eru bara ekkert endilega að spá í að drepa einhvern veginn, það er ekkert að ágjöra því. Að þá þessi daginn og daginn inn að velta fyrir sér næsta fórnarlambi, drepa það næsta sko. Og það er þetta sem er svo erfitt fyrir fólk að skilja. Og það er þess vegna sem að Davíð Icke var að tala eðlufólkið. Og fræga svona eins og ef að ég segi hérna, þjófar stela eða glæpamenn fara með glæpaverk, þá öskrað samsæringur á mig. Og ég sem ég er að gera að greina frá staðreyndum. Sama var þegar Davíð Icke talaði eðlufólkið, þá var það tabúið að strax. Hann ekki, ég tek hann ekki þannig, hann kemur ekki alveg klín með það hvort hann sé að meina þetta merkingafræðilega eða hvort hann sé að tala með því alvörunni. Ég heldur að hann sé að tala með þetta merkingafræðilega. Og svona ég kann nú líka sjálfur svolítið að ekki athygli á hlutum. Ef þú situr á frammi ákveðum hætti þá færðu öðruvísi athygli. Og það sem að Davíð Icke er að tala munurinn á þessum tveim hugðarheimum. Hann er að tala eðlu fólk sem að flassar hvort öðru gang sign sem er hérna hornótti snákurinn merkið. Og þetta fólk samsamar sig við lífstíl snáksins. Þetta einverur sem að svamla í hafinu, mannhafinu sem stendur inn. Og síðan strækar þau með banvænu eitri. Og hann er að lýsa þessum eðlu heimi, þessum heimi hér. Og þessi heimur hér er allt öðruvísi sko. Við getum verið nokkuð saman með það, þetta er ekki sama. Ég meina að þú kemur öðruvísi fram í belju heldur en þetta dýr hér. Og hérna, þetta hérna er hugsanakerfi, þetta er, eins og við sáum með mafíuna, þetta lið er allt sammála því að þetta sé fyrirmyndin. Þetta er þeirra guð, þetta er þeirra tilbeiðsla, þeir tilbiðja þetta fyrirbæri hérna. Og það er ekki ástæða að tala það í edingarunum að þar hafi Satan komið í snáks líki.
Og þetta snýst allt saman hugafar. Þetta snýst það hvort að þú ert snákur eða snúla. Að þetta kerfi hérna snákakerfi. Og þetta hérna sem sagt það að allir eru sammála að snákast. Við sjáum hérna Homosexual International Foundation International Committee for Sex Equality. Sjáum hvað þetta hátt í kortinu. Þetta ekki alveg upp og niður kort en samt. Og þetta í Amsterdam. Hérna, það ekki ástæðulausu, það alltaf verið að vesenast í kringum kynhvatir fólks með talað nauðganir og vændi og allt þetta. Það eitt af lykiltólunum í að stýra fólki. Þetta eina grunnhvötum mannsins. Hérna Rothschild, stofnað 1740, sjáum við. Hérna sem sagt London-liðin og hérna amerísku liðin. Ég farið yfir þetta með ykkur margoft áður en það verðist að fólk ná þessu bara ekki. Hérna ráð 13 sem að gerði samningin hérna peningasamningana við himneska föður, maður fá ótakmarka kredit hjá himneska föður. Ég hef gert vídeó á það. Hérna Hellfire Club, ég sé ekki alveg hérna, hann í London og hann hérna á einhverjum öðrum stað. Hérna Order, þið getið, þetta bossinn. Hérna bossinn, hérna underbossinn og sko, menn þurfa átt að sá því hérna þarf maður ekki að gera neitt greinamun á því í raun hvort að þetta sé manneskja eða hugmynd eða það skiptir ekki máli hvað hér. Það allir sammála þessari hugsun hérna. Það allir hér sammála að vera þessi vera hér. Allir sem horfa til þessa ramma hér eru sammála að þetta málið. Eins og allir sem að horfa á mafjósan eru sammála að það sé málið að mafíast. Hérna psychological, geðrannsóknar geðveikin. Það ekki ástæðulausum og þið sjá til dæmis á Íslandi þá verið að nota þessi geðveiku fræði til þess að svipta fólk sjálfræðinu og koma í pyntingabúðir á borði vaskefnum. Hérna London School of Economics. Halló. Sjá hvað hátíðin maður. Hver var þar aftur? Bingo. Beast Computer Club of Rome. Þar mikið móða í gangi. Það eru þjóðfélagsverkfræðingar. Fabian Society 1884. Evrópumarkaðurinn hérna Tavistock sem think tank. Rand Corp think tank. Og hérna Tavistock, þaðan kom John Lennon til þess sem margir halda að hafi verið ofboðslega mikið að vinna fyrir betri heimi. Því miður það blekking. Roger Waters í Pink Floyd miklu nær því að vera að vinna fyrir húsdýrin eða fólk sem vill ekki vera snákar sem hafnar þeim lífstíl. Hérna sjáum við Gallup poll, skoðana fyrirtæki. Þau eru hlutar stjórntæki valdstjórnarinnar. Hérna eru stjórnmálaflokkarnir.
Hérna er Aladdin Council, það er svona herfræðilegt pæl. Hérna er Seðlabankinn og þar eru það getur ártölunum ásætlega. Þetta er búið í gangi síðan 1700 skúrkan. Hérna er Council of Foreign Relations og hérna er Royal Institute for International Affairs. Þetta er svona, þetta eru sennilega komin í kapó. Þeir stýra, þetta eru kapóanir. Þetta er Rockefeller og Rothschild, sjá við. Það vist vera Rothschild í sterkara Rockefeller. Hérna er mafían, hún er náttúrulega stjórnað af öllustu liði og við vitum að mafían vinnur við eiturlyfja og bruggsölu og allt sem er ólöglegt, það vinnur mafían við. Og íslenska valdstjórnar mafían hefur ákveðið að taka læklunar eða vændiskonur undir sína starfsemi. Það er það sem er að gerast á Íslandi. Bohemian Club, það er það er svona kynnisvalds ritual, það sem að börnum þetta Trilateral Commission, hérna er World Health Organization. Svona ég byrjaði bara með einni frétt á Vísi. Hérna er UNICEF, þetta lið, UNICEF og UNESCO, þetta lið stelur öllum peningum sem sendið og World Health Organization er stýrt frá Sviss. Og hérna er bara stofnun stefnumótun, síðan koma leyniþjónusturnar og þá erum við fannir að koma meira hérna niður í fótgönguleiðana. Það er UNESCO og UNICEF og þetta eru fótgönguleiðanir sko. Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union. Sko það var ekki Sovjet sem féll, heldur var það margir haldar veggurinn, svo kallaði játjaldið, það er fallið frá austri til vesturs. Það er miskilningur, það féll. Margir héldu að það hefði fallið frá austur til vesturs. Allir komu út úr Sovjet inn í vestur heim. En það var öðrugt, sko. Það var Sovjet sem að kom út sem alheimsmódel. Það er það sem gerðist með Sovjet. Hérna er Democratic Society, Labour Party, já, hérna eru komin í pólitíkina, komin langt niður. Og hérna United World Federalists, þeir vilja ná heimsifræðum Americans for Democratic Action, World Affair Council, Anti-Defamation League, National Association for the Advancement of Color, American Friends Service Committee, American Civil Liberty Committee, Congress of Racial Equality. Þeir nota allt þetta til þess að beita sér. Og það er líka feministafélagið og hvernig þeir nota það og svo laga hérna. World Council of Churches, það er hérna, ef það var með 501 sé, þá færðu þetta ekki borga skatta, það er svona trúarleiðtogi. Þannig að kirkjunum er beitt miskunnarlaust til þess að halda þessu kerfi gangandi. Sérst mafíukerfinu sem allir eru sammála um, það er guðið, það er gold, oil and drugs. Women International League for Peace and Freedom, það er sandurinn, sko. Til þess að komast að fórnarlambinu, þá fela þeir sig í mannhafinu, sko. Já, við erum bara að vinna jafnrétti kvenna og karla. Við viljum bara að allir húsdýrin í garðinum hafi það gott, sko. Það er það sem nákvæmlega er að segja, sko. Þannig í felulitum, sjáðu. Hann er ekki bleikur eða blár, sko. Hann er í felulitum, sjáðu. Og þetta hérna eru felulitir.
Þetta allt saman felulitir. World Health Organization. Við viljum að allir séu með góða heilsu. Polio, mest lögmannaveiki sem hefur komið fram er smitað með bóluefnum. Dignity in childbirth. Þeir vilja drepa börn. Það er það sem þetta snýst breastfeeding lík, þeir vilja eyðileggja það. Þeir vilja koma í veg fyrir að börn njóti brjóstanæringar og þeir segja að það sé til þess að bóluefni virki betur og þetta er röglega leið sko. Síðan það Sameinuðu þjóðirnar Sustainable Development Agenda, sem að Páin var að koma fram með eitthvað þetta sustainable er global warming. Það er alltaf að vera eitthvað blekking, það er alltaf að vera að skipta blekkingu. Og petrodollarinn, olían var að kemur frá risaðlum og löfblöðum og olían verður búin bara eftir korter. Það er blekking og lygi. Það að koltvísýringur sé jörðinni skaðlegur, það er lygi líka, þegar plöntur lifa á koltvísýringi. Að global warming sé eitthvað slæm er lygi líka, það er gott fyrir jörðina að hlýna þess. Og þessir geðsjúklingar vilja, eins og með mislinga, þegar fólk var mislinga, vilja slá á hita. Það er sama sýki með global pælingarnar og sustainable er bara hámark heimskunar. Það er bara bull og vitleysa að þetta eru felulitir og blekkingar. Sustainable snýst það að telja fólki trúum að sé ekki hægt að lifa í raun og þess að það er að drepa þig. Það er þessu sustainable snýst það er lygi sko. Það komast allir í harðar búið að geta lifa góðu lífi bara í dagsa sko. Eða ákveð lífi, ég held að það sé 1 hektar eða á mann þar. Þannig að þau þurfa ekki er þetta ebóla, þeir eru að drepa fólk. Þetta ebóla snýst það að þeir eru að eitra fyrir fólki. Og ebóla eða HIV eða hvað það vil kalla þetta. Það er KVRAP. Þetta eru svæsnustu glæpamenn veraldar sem starfa í þessum stofnunum bara þið vitið það. Og allt þetta er bara AIDS, HIV, bara lygi sko. Það er ekki til neinn HIV vírus, það er ekki til. It's a retrovirus. Þetta er allt saman lygi. Lesið þetta með því og pælið í þetta er bara allt saman lygi Ef að þú getur sýnt mér sönnun tilvist HIV þá skal ég endurskoða hugmynd og mæta þegar þú fær Nóbelsverðlaun. Ég skal koma í kokteilbúðið með þér til þess að taka við því. Það hefur ekki enn fundið HIV-vírusinn. Það eru bara til myndir af hvítum blóðkornum að eltast við eitur. Þannig að þetta er heimskerfi þessara og við þurfum allavega ég er í þessum flokki ég er eitthvað svona þessum húsdýrum er eitthvað sem bara með húsið á bakinu eitthvað þessi ljón en já, svolítið langt síðan ég tekið svona
2-3 tíma rant vídeó, 2,5 tíma, hvað er það, 3 horar, 2 horar. Það var ekki allir hlustendur haldið út allan tíman. Fólk kemur aftur og horfir á þetta seinna, sem er bara gott. Ég vona að með því að lækka þess bandvítina hjá mér, þá getum við Guðjón tekið djúpköfun í flæði fljótlega. Ég er heima í dag og morgun. Ég þarf að keyra af stað til Gautaborgar cirka 5-leytið. Og hann er að gera rosalega góða hluti á Guðjón. Ég bíð eftir vídeóunum hjá Guðjóni. Að hann er á þvílíku flugi. Það er bara snilld, sko. Það er bara snilld. Gemur. Mikilvæg Reynberg, þá koma báða og kemur alltaf hellingur að frelsisvídeóum líka, þegar hann búið að vera mikið að spjalla það við mig sem bara vann einhvern veginn að hitta vikingaspjall hjá okkur. En hann er undir þessum 2 rásum hérna, Guðjón Reynberg. Við mynda kemþreilinu sem hann trúir ekki á. Og G.L.S. Reynberg, það sem hann er ensku rásuna sína. Mjög flott hjá hann, mjög flott. Og skora á okkur að kíkja á þessi myndbönd hjá hann. Og endilega styðja hann móralst og dreifingarlega, dreifiði því sem hann er að segja og gera. Hann er spot on. Ég var að hlusta á vídeó með honum frá því í gær og hann er sannlega eini Íslendingur sem er að vekja mig, eða opna nýjar sýnir fyrir mér. Já, það er eini Guðjón Reynberg er eini Íslendingur sem ég bíð eftir efni frá. Það er þannig sem það er bara staðreynd. Það er engin annar YouTube-rás sem ég bíð spenntur eftir vídeói. Og ég vona bara að hann fari sem lengst fram úr mér og skilji mig eftir bara í duftinu. Að þetta snýst ekkert persónuleikadöf, þetta snýst að koma ákveðnum hugsunum á framfæri. Og hann var eitthvað feiminn að nota eitthvað konsept frá mér eða eitthvað fínir frá mér og ég virði það við hann. Hann fer með virðingu kartöflugarðinn minn. Það virði ég við Guðjón. Og en hann fær hér með leyfið sem nota allt sem ég er að gera á Baldursson. Og það mun ekkert særa mig en hafa neina áhrif á mig eða okkar vináttum. Að bara go for it man, go for it, big time, þess að segja. Og bara keep up the good work. Ég ætla að nota hotnótu snákamyndina á þetta vídeó og endilega ef þið getið þá megið þið styrkja mig því að ég get létt á vinnunni og pælt meira. Ég hafði ekkert annað val en að fara í þrældómsvinnum. Það er annarkvort að fara í það að verða fyrir ofbeldi. Að þið vitið það á meðan að þessar svokölluðu vændislið er í vinnunni, þá verður það ekki fyrir ofbeldi. Það er bara að það vill ekki vinna eða það vill gera eitthvað annað við líf sitt, þá verður það fyrir ofbeldi. Og þannig er þræla samfélagi sem við búum í að meðan þú ert bara að vinna í vændinu þá er ekkert að bakast í þér en leið þú vilt breyta þeirra stöðum, vilt fara að nýta þér náttúruleg
það sem að þér ber náttúrulega og þá eigna þá eign sem átt í þínu lífi og tilveru. Um leið og vilt fara að nýta þér það, þá verður fyrir ofbeldi pimpana sem að kynna sig í dag sem valdstjórn. Og þeir ætla bara aðeins að þeim vantar alltaf meiri business og þeir eru að fara í vændisbusinessi núna. Það er það sem þetta snýst um. En eitt heilræði í viðbót þegar þið viljið halda heilsu og þá forðist þið heilbrigðis veikindakerfið eins og rauðan dauðan. Takk fyrir komuna og verið sæl.